báðar þessar virkjanir, bæði Reykjanesvirkjun og Svartsengi, þetta gríðarlega mikilvægt. Við sjáum þetta núna eins og þetta sennilega annað eða þriðja ári sem við erum að fara í gegnum alls konar rafmagnsskerðingar og annað. Og við sjáum bara hvað 1 megawatt þýðir mikið á landsneti. Það þetta allir sem stóla á þetta. Já, það versta sem getur gerst núna og kannski bara getur alveg verið yfirvofandi, það að til dæmis að Svartsengisvirkjun detti út og það engin hringtenging á Reykjanesinu, þannig að það bara ein lína sem tekur orkuna frá Reykjanesvirkjun og það ein lína sem tekur orkuna frá Svartsengisvirkjun og það mikilvægt á þessu stigi í dag að ná að hringtengja svæðið ásamt í að koma Suðurnesjalínu 2 inn á svæðið. Og hún í raun og veru bara miðpunkturinn í því ástandi sem við erum að ganga inn í núna, að hún komist á legg og við hönnunina á henni þá núna tekið algjörlega mið af því að hún þoli bæði jarðskjálfta og einnig að hraun renni möstur eða undir línur, þannig að það inn í hönnunarforsendunum í dag. Sko varnargarðarnir náttúrulega hérna til þess að verja það að hraun renni yfir bæinn og yfir svona helstu innviði þá í bænum. Ég reiknar með því að ef það gýs hérna einhvers staðar fyrir aftan okkur og það reynir á garðana eins og gerði hérna í janúar, þá reikna ég með að það hækkið á. Við höfum náttúrulega ekkert heitt vatn, við höfum ekki rafmagn. Þannig að missa þessa 2 innviði og þessar auðlindir sem við höfum afnot af hér á þessu svæði, þetta myndi væntanlega bara lama svæðið. Og í slíku ástandi þá þyrfti náttúrulega bara að horfa til þeirra leiða að reyna að koma rafmagnslega á hluta af svæðinu. Við höfum svo sem lagt upp með það að skipta svæðinu upp í eyjur, reka dísil hérna í eyjarekstri. En það klárlega ekkert eðlilegt líf hérna á skaganum ef við hefðum ekki þessa innviði sko. Við verðum að tryggja það að fyrirtækin komi tilbaka til Grindavíkur, þau verðar að fá rafmagn til þess að blómleg byggð geti komið tilbaka. Þetta greinilega virðist vera svona viðvarandi ástand og við erum klárir með meira læknahefni, klárir með plastlækni líka. Þetta kaldavatn okkar undir. Ef það fer þá slökkum við öllu sko, sama hvort það hitaveita, kaldavatn eða rafmagn. Þannig að þetta rosalega brothætt staða. Þannig, við erum alltaf með þetta yfir okkur bara í bakgarðinum og maður veit ekkert hvernig þetta fer almennilega, en ég get allavega lofa því að við munum gera allt sem okkur vegi stendur til að halda haus sko.